Já, við erum að lesa okkur aðeins til hann, það er svo stutt síðan við fengum hann og svo stuttu tími sem við höfum hann að við verðum að kynna okkur almennilega hvað við erum að tala hérna. Hérna stendur. Ég finn ekki skottplásið. Þetta er Mitsubishi Outlander, árgerð 2025. Hann var að lenda í Heklu þessi bíl og við erum þau fyrstu sem fá að prófa hann. Það er bílablogg.is og þessi bíl, hann kemur verulega óvart. Hann er fyrst og fremst búið að bíða eftir honum talsvert lengi og ekki nóg með það, hann er fallegur í útliti. Mun fallegri en gamli bílinn finnst mér. Þessi bíl er að koma til Heklu í 2 útfærslum þó að þessi bíl sé að okkar mati mjög vel búinn, þessi grunntýpa. Hann er einhvern veginn alveg allt öðruvísi heldur en eldri bílinn. Það er miklu skemmtilegra að keyra þetta. Hann er lipur, hann er léttur, maður finnur ekki að þetta sé svona jepplingur í stærri kantinum, góð sæti, halda vel við og það fer bara almennt vel hann í þessum nýja Mitsubishi Outlander. Það verður að segjast eins og að þessar hurðir hérna, þær opnast alveg svakalega vel. Þetta er næstu 90 gráðu opnun á þessu. Og það þýðir að það er alveg meira á þetta að setjast inn hérna aftan. Við sýnist framhurðarnar vera alveg eins. En fótaplássið er alveg yfir nóg hérna. Það er mjög gott pláss hérna og sæti er í þeirri stöðu sem við notum þegar við vorum að keyra á þann. Og við erum stórir hérna og það er alveg nóg pláss hér. Nóg höfuðpláss hérna og það er virkilega fínt að sitta hérna. Það halda vel að sætin hérna. Maður gæti alveg verið ánægður að sitta hér í lengri ferð. Það er ekki púði í þessum bíl eða hvað? Jú, það er púði. Já, ég vissi það. Það er opið hérna í gegn sem þýðir að það er hægt að setja hérna einhverja langa hluti sem að geta náð hérna fram í. Hér eru þessir bollahaldarar og síðan loka maður svona. Það er líka, nei það er ekki að sætin er ekki að sleðum í þessum bíl en áklæðin hérna, þetta er alveg meira á þetta flott. Isofix, það er USB-C hérna, 2 tengi og það er að fá hérna hita aftur í hérna. Já, þessi hérna bíl, hann er að koma með 2,5 lítra bensínvél og hann er plug-in hybrid. Rafhlaðan er 22,7 kWh og þú getur hlaðið hann í bæði hraðhleðslu og heimahleðslu og í heimahleðslunni þá var hann að taka 3,5 kW inn á sig í einu og það þýðir náttúrulega langur tími þannig lagað, þú bara stingur honum í samband að kvöldi og svo er hann bara fínn á morgni ef þú ert heima að hlaða. Svo getur þú fara á hraðhleðslustöð og ef þar er tjattimóttengi þá getur þú stungið því í samband við bílinn og þá erum við að tala kannski einhverjar 30 mínútur að hlaða rafhlöðuna. Rafhlaðan er ekki stór en þessi bíl er til dæmis að fara 86 km á samkvæmt VFLTP-stallinum og ég horfði á myndband af þessum kynningu af þessum bíl og þá var gert test og hann var að fara 77 km á rafhlöðun einni saman, sá aðili og það var endar mjög hlýtt í veðri og aðeins hlýrra heldur en hér á Íslandi en samt sem áður, hann lofar góðu. Þessi bíl á að geta komist alltaf 1000 km á tankinu með rafmagni og það er nú eitthvað. Hérna erum við með farangursgeymslu sem rúmar alltaf 467 lítrum. Ef þú leggur niður sætin þá held ég að við séum að tala einhverja 1350 lítra. Nú, svo er hann til í sumum löndum með
tveimur auka sætum inn og þá náttúrulega ekkert pláss fyrir aftan þau, 25 lítra eitthvað slags, bara eins og hefðbundur frönk eða eitthvað slags. Og í þessum bíl ekki rafdrifin en að opnun á hleranum skiptir mér engu máli, ég bara tegi hendina aðeins upp hérna og skelli. Já, hérna hleðslugáttin á bílnum og eins og þið sjáið hérna þá erum við með venjulega heimahleðslu sem að tekur 3,5 kW inn á sig í einu. Svo erum við hérna með tjarnimáttengi sem að tekur alltaf 120 kW og þá bíllinn svona sirka 32 mínútur að fylla batteríið. Ef við tölum aðeins vélinn í þessu bíl, 2,5 lítra 4-strokka vél sem að gefa 302 hestafl og togið inn í 255 Nm. Svo hleður vélinn batteríið, síðan hægt að stilla í mælaborðinu þannig til þess að sjá flæðið á milli og hann notar umframorkuna í að hlaða líka inn á batterið, þannig að þegar við erum ekki að gefa inn eða þegar hann rennur eftir að við erum farin af orkugjöfinni þá hleður hann umframorkunni sem rafmagn inn á batterið. Og það eru tveir mótorar, sem sagt einn mótor hérna framan og annar hérna aftan sem að drífa bílinn áfram. Fyrirgefið hreyfingunni í myndbandinu, þetta bara óhjákvæmilegt og það hristast smá í akstri. Og eins og ég sagði þegar ég tók hennar bíl fyrst, sem sagt í gær og náði í hann, þá settist ég inn og bara eiginlega brosti mig sjálfur mig. Það dásamlegt að keyra hennar bíl. Og ég ennþá á þeirri skoðun. Og ég að fara yfir hraðahindrun, ég ætla að taka hérna misfellur hérna í Gudd, við erum upp í Mosó og það þú veist, hann stinnur en hann samt tekur þessi högg alveg, þetta frábært alveg hvernig þeir hafa gengið frá fjöðrinu á þessu. Því að sumir þessara smá jepplinga þeir slá svolítið upp í, sjáu þið hérna, nú fer ég hérna yfir hraðahindrun aftur og maður finnur ekkert fyrir þessu, þetta bara tiltölulega mjúkt. Og svo stýrið á honum svo lauflétt, það ekkert oflétt, þetta rafmagnsstýri og maður finnur það alveg að það hjálpar þegar maður snýr því. Svo það heitt núna, hiti í stýrinu á þessu bíl. Það akreiðnavari og akreiðnaaðstoð og skynvæddur hraðastillir og alls konar öryggisatriði í bílnum sem það til dæmis hann skynjar hjólreiðafólk. Svo eru alveg gríðarlega huggulegar græjur í þessu, við erum að tala Yamaha græjur í þessum bíl. Og það allt hérna inni mjög solid, skjárinn stór og þægilegur og gott að lesa á hann. Og það sem við höfum skoðað í þessum skjá til dæmis, það eru 7 aksturstillingar á þessum bíl og maður getur átt við þær hér, við erum í normal núna, það að fara í eco og sport eða power og það finnst alveg greinilega og ég ætla bara að hafa hann í power hér eftir, mér finnst hann æðislegur þannig og við erum svo sem með bílinn það stutt að við erum ekkert að fara hérna inn í stýrikerfi á honum og slökka á þessum viðvörunarhljóðum, þau eru náttúrulega geta verið pirrandi ef maður að keyra á langar vegalengdir en það takki hérna til þess að slökka á þeim þegar þau heyrast eða þá bara eins og Gulli sagði við mig á þeim, bara keyra á löglegum hraða, þá heyrist ekki neitt í þessu. Þannig að það kannski eitt sem við getum gert líka. Nú, síðan hægt að aka honum þannig að þú getur valið hvort að þú sért að keyra bara á rafhlöðunni eða hvort þú sért í sparnarakstri eða hvort þú vilt láta vélina hlaða inn á batterið eða bara í normal eins og við stilltum hann. Skjárinn sýnir hérna 8 vita sem mér finnst mjög þægilegt. Það blindtorna viðvörun á honum þessum bíl og dýrari típan á honum, Einstyle, hann með talsveit meiri búnað, hann kemur til svona 19 tommu álfelgum og það í honum svona panorama sólúa, það hiti og kæling í sætum og alls konar svona búnaðar sem að blandar þá bílnum meira til þess að vera sportjeppi í bænum og jeppi til þess að fara út á land á. Nú, plássi í þessum bíl alveg einstaklega gott, fótaplássi hérna frammi alveg ljómandi,
þrátt fyrir þennan stóra stokk hérna. Nú eins og við tókum áðan hérna aftur í þá virkilega gott að sitja aftur í og sætin halda vel við og þetta bara alveg ljómandi flottur bíll sem að þeir að koma með eftir allan hennar biðtíma sem að við erum búin að vera að bíða eftir nýju Mitsubishi Outlander. Þetta mjög velheppnaður bíll og hann á sanngjörnu verði miðað við sanngirnina og ég held bara að þetta eigi eftir að verða sami metsölubíllinn hjá þeim eins og eldri Outlanderinn. Hann hentar mjög mörgum, þetta mjög fjölhæfur bíll, hvort sem við erum að nota hann hérna í bænum eða fara út að landa á honum. Það alveg virkilegur snúningur á honum þegar við gefum honum inn í þessari powerstillingu. 302 hestöfl, 255 Nm í togi, rafhlaðan 22,7 kWh, 7,9 í 100, hámarkshraði 170. Man ekki alveg hvað stór á honum bensíntankurinn, en hann á að geta komið honum cirka 1000 km ef að vel rekið. Sem sagt, niðurstaðan eftir þennan stutta pröfutúr á splunkunýjum Mitsubishi Outlander, þetta frábær bíll, alveg meiri átta gaman að keyra þetta. Höfuðplássið hérna er stórfínt og ég finn ekki skottplássið í þessum bæklingi hérna en ég veit hvað það er. Labba hérna í gegnum mjólkurkælirinn í Bónus. Ég byrja aftur, þetta ífyndið. Hleðslutengi Type 2 CHAdeMO. Og það alveg rétt að hann að taka alltaf 120 kW á þessu CHAdeMO tengi í hraðhleðslu.